Ég segi alltaf á djáminu, hæ, ég heiti Donna, en mamma mín kallaði mig vonbrigði. Vonbrigði, það er mjög gott, mjög skiljanlegt. Þetta er hárlega gott. Ok, að fara í þetta. Og ég byrjaði, hver vil byrja? Byrjað þú bara með þér. Ég byrja? Já, þú byrjar að leiða. Ég get byrjað sko. Já, þú byrja. Þetta er bara útgáfan í september. Hvað heitir þessi liður? Bara sem þú vilt. Já, bara þetta er bara farið yfir leikja útgáfan í september. Leikja útgáfan í september? Já, þetta er bara verið velkomin í Game TV. Við ætlum að renna þessi yfir helstu leikina sem við komum til að segja. Þetta er ekki tengiskrift sko. Við erum almáttuður. Þetta er ekki... Fyrir ekki helst sem löp hálfmaraþon, þá ertu voðalega stupid. Hæ? Það er ekki svona þurfið, þú veist, maður þarf bara að rata. Það veit allir út ekki með mér því ég er klár. Það er rétt. Það vita það allir. Það vita það allir. Á Asíubúð það ertu ótrúlega stupid. Þarftu að play the race card? Já, nákvæmlega. Þarftu alltaf að fara þangað? Herðu, velkomin í Game TV. Við ætlum að fara yfir helstu leikir hérna sem kom út í september. Þetta er Tryggvi. Óli Jóls. Þú manst aldrei hvað ég heiti þetta, það er hrikalegt fyrir allavega. Við ætlum að fara yfir helstu leik. Hvað er ég að gera með því hérna? Allavega. Ég er bara búinn að vera með hérna Game TV 16 ár sko. Það er alltaf bara áður en þú fættist, búm. En allavega, við ætlum að fara í helstu leikina sem er í september. Það er pakkaðu september að leikjum. Ok. Í alveg. Og við erum að opna mjög sterkt. Það er hérna, í byrjun september kemur leikurinn NAC 2, 5. september. Ok, sem er ansvar á honum. Það er NAC, munið eftir NAC eða? Alls ekki. Ég náttúrulega bara... Alls ekki. NAC var sko fyrsti leikurinn sem kom út á PlayStation 4. Og hann átti að sína hvað PlayStation 4 var öflug leikjartala. Maður var bara svona kallið svona, þetta er plattformleikur bara eins og Crash Bandicoot eða Mario eða eitthvað þannig. Og er sem sagt bara svona þrívítar plattformleikur. Og það sem er nýtt í þessum leik núna, hann er bara búinn til svona litlu rusli þessi gaur. Og hann getur bæði gert sér lítinn og verið stór. Og stækkar svona gegnum leikinn og svona. Þetta er massíft sko. Þetta er massíft. Já, en það er þetta að vera í co-op allan leikinn. Það er mjög sniðugt. Tveir að spila, drop in, drop out, co-op, það hefur verið mjög gott. Var hann hitt? Hann var ekki mikið hitt, en þessi held ég að verið miklu betri. Hann var svolítið erfiður fyrsti leikurinn og söguþráðurinn var ekkert hlómarga fiska. Er söguþráðurinn? Já, söguþráðurinn, NAC er með þetta maður með, þetta er svona vera með tilfinningar. Er hann erfiður fyrir venjulegt fólk? Hann var fyrir Óla? Hann var erfiður fyrir venjulegt fólk. Eða svona pirrandi erfiður fyrir venjulegt fólk. Ekstra pirrandi fyrir mig. En það get ekki neitt. En allavega, svo eftir hann, daginn eftir hann kemur út, hann er 5. september, NAC 2. Ég er mjög spennt fyrir honum. Og þá kemur leikur sem að ég er hvað spenntasti fyrir í mánuðinum, það er Destiny 2. Destiny 2, ég Þekkið þið hann eða? Ég hef náttúrulega ekki spilað hann sko, en þú náttúrulega hættir ekki að tala um Destiny 2. Ég veit að við Sverrir spilum hann mikið, til dæmis Sverrir er bara, hann bara lifir fyrir Destiny, búinn að spila marga mannsaldra bara í Destiny 1 og er að fara að byrja aftur í Destiny 2. Og ég er spennt fyrir Destiny 2. Ég er spenntur að prófa þetta. Nema ég er bara ekki alveg nóg mikið nörd til að, þú veist, fá að vera með núna. Ég fæ ekkert mikið að vera með í Destiny. Tengist ekki neitt, þú veist ekki nóg mikið nörd sko, það er bara þetta er svo verst. Já, ég veit að ég get ekki spila nú mikið að finna réttu byssurnar og þetta gengur bara út á að fara að mæna til að ná í rétta byssur og svona. Já. Þetta er svona grindleikur. Já, þetta er grindleikur. Þú veist, ég er bara, ég á svo stutt eftir sko, ég er nú svo gamall að þú veist, ég nenni ekki að eyða því að fara að grænda eftir einhverjum byssum. Þú veist, ég þarf að fara í bónus og ég þarf að skipta um börnum og ég þarf að gera ýmislegt, skiljum, það er nóg að gera. Þetta er barnið við 16 ára, en þú veist, það veist, maður verður allavega, það er erfitt að hætta þessu. Allavega, en alltaf, ég er spennt fyrir Destiny 2, hann lítur vel út. Segist mikið á orðum. Ég veit að það kemur út á PC núna í fyrsta skipti. Destiny? Það ætti að kitla nörda hjarta í Tryggva. Algjörlega. Að geta að spila Destiny í PC. Þannig að ég held að vera góð. Nú, annar leikur sem er að koma út, þetta er mikill fótboltamánuður, það er hérna PES 2018. Það er Pro Evolution Soccer 2018, kemur út 12. september. Ég hugsaði PES. PES, svo PES kallaði. Já. Þú veist bara svo rangri hill í lífinu að vera hérna í sófanum með okkur Tryggva, sko. Það er bara ekki fyndið. Ég segi PES og þetta er ju salgæti. Kemur Þetta er tölvuleikir þáttur, Kemur engum óvart. Það er ekki eins og þessi neytendahotnið. Það er komið 9 PES-kallar. 3 pakkar, Costco. Það væri fyndið. Já, ég veit það. En allavega, PES 2018 er fótboltaleikur. Og þú veist, hann lítur, PES var eins og aðal fótboltaleikur. Ég veit, það er ansi langt síðan. En það er búið að breytast núna. En PES er búinn að vera mjög góður síðustu 3 árin. Þannig ég er mjög spenntið fyrir hvernig hann lítur út núna. En er það samt ekki alltaf bara... Jó, en hann er samt, þú veist, eins og á Gamescom sýningunni í Þýskalandi, þá var hann búinn að vera valinn íþróttaleikur sýningarinnar, þetta er 2 ára röð. En það hefur ekki með söguleikir, hann selst ekki neitt. Nei. En hann er samt flott. Spila hann ekki. Já. Hugsanlega er íslenska landsliðið í honum, við veitum það ekki ennþá, en það verður bara mjög gaman ef svo verður. En hann er sérst kom út 12. september. Og svo miðjan mánuðin líka að koma NBA 2K18. Ég veit hvað það er. Veistu hvað það er? Du.
Wow, vel gert. Þetta er kallið. Já, en hann er að koma út og það er mikil spenna alltaf fyrir NBA-leikin. Ég veit ekki, ég spilaði ekki sjálf. Nei, spilaði ekki sjálf, ég veit það, en spila ekki sjálf, þeir sem ég þekki sem spilaði eru mjög ánægðir. Já, ég var Þeir eru mjög flottir, sko. Æfðu körfubolta í yngri flokkunum í IR? Það gerur ekki. Það gerði ég víst. Það er þetta fáránlega góður. Það er karate líka. Ó. Sástu þetta? Það var rosalega frænt. Meiddi ég þig? Í? Nei, það var ekki meiðið karate. Hvað er En þetta var... að gera? Þetta er svona karate bara, það er ég, það dröngt í Maður sófa. þarf bara að leifa hann spila út. Ég er Já, Hann verður þreytur á endanum og þá hættir hann. Hann er gamall og hann er þreytt. Það er bara svona lítið stólpur hérna. Þú veist, ég er ekki bara að gera hringspark hérna, það er þröngt í sófan. En allavega, ég gerði það svona, þú veist, við þessa aðstæður var þetta mjög gott bragð. En allavega, NBA er að koma út. Af hverju var að gera karate bara tengt NBA? Ég datt það svo smá blackout. Allavega. En allavega, hann er að koma út, þarna er meðanmálin. Þannig að allir spenntir fyrir því, ekki? Ég er alveg spennt fyrir Ekki? körfubolta gæjana. Já, ok. Þú bara skoðar læri og... Ég veit ekki allir svartir og við vitum allir hún eftir það. Já, ok, þú talar fyrir þig. Ég hef ekki Sem kynnt ég veit þetta. hvað. Er þetta djók ekki Nei, búið? en allavega, Nei. svo er... En talandi um hérna, þá hérna er að koma út líka nýrleikur fyrir 3DS. Metroid, nýr Metroid-leik. Það hefur spilað Metroid-leik. Samus Return. Það er hérna... Þetta er nú Metroid, er nú svona signature-leiki fyrir Nintendo tölvurnar. En þetta er endurgerð á gömlu svona Metroid-leik sem er komið fyrir 3DS. Þetta er örugglega mjög fínn, kemur miðjan mánuðinn, september. Og svo er líka Marvel vs. Capcom er að koma út, nýr slagmannleikur, Marvel og Capcom. Svona eins og Injustice nema Marvel. Já, og þetta er hérna Marvel vs. Capcom Infinite. Þetta er þetta fullt af karakterum, bæði frá Capcom heiminum og Marvel. Þetta er, ég meina, fyrir þá sem var gaman, þetta er svona Street Fighter stemming. Er þetta ekki bara Injustice nema við erum... Nei, þetta er meira svona Street Fighter. Þetta er meira slítið. Já, þetta er meira svona teiknumyndagrafík og svona. Já, ok. er það? Já, Ok, geggjað. þannig að þetta er meira svona Street Fighter, þetta eru sögum að gera Street Fighter leikinn. Þannig að þetta er svona eiginlega meira tengt í. Þetta kemur Ok. frá Capcom. Nú svo er Pokémon leikur að koma fyrir Nintendo Switch. Pokémon Tournament DX sem er Pokémon, ég meina maður helt löngu að það væri búið. Svo fóru úlingar að hreyfa sig og elda Pokémon út um alla jarðir. Úlingar. Já, úlingar, nei, alveg Tryggvi. Ég varð að Nei, taka þátt. alveg, varstu að taka þá? Já. Nei, hann keyrði fjallnæstu í Já, til að veiða. ok. Þetta fekk hann ekki til eins og til að labba. Nei, út í bíl. Frábært. Þetta byrjaði sem lapp, en svo Já. komst ég að því að það var auðveldar að keyra bara og elda. Já, Og- einmitt. Já, Einmitt, þetta er það kostaði Já, en Pokémon er alveg að koma fyrir Nintendo Switch, þannig að það virðist vera ódreipandi anskoti. Það er Pokémon bara. Já, Ég meina hvað er þetta búið að vera, þetta er búið að vera fleiri áratugi, eitthvað rugl. Nú, annar leikur sem er að koma, það er Total Hvað er þú? War hérna, já, nokkuð. Wow, takk. Þetta deyr aldrei út. Það eru Total War Warhammer 2. Það er Total War, þetta er svona strategy-leikur. Ég hef náttúrulega bara búin að játa það bara fyrir sjálfum mér og öðrum að ég er náttúrulega bara ekki nógu vel gefinn til að spila það. Mér langar að spila strategy-leiki, ég bara geta það ekki. Nei. Ég kemst ekki inn í tutoriala því að það er haldið í hendina á mér og leiðið og því sleppt og þá drefst ég leið. En þarna eru drekar og eitthvað kvikindi. Þetta er bara Warhammer basically í Total War. Já. Það er bara mjög lítur ágætlega út. Og svo í lok mánaðins eða 29. september kemur út FIFA 18. Ég er mjög spennt. Ég er spennt fyrir þessu. Ég er bara Ég er ekki alveg- fífast. Já, Ronaldo, þeir eru búin að sæna Ronaldo, hann er á coverinu núna og þeir sem kaupa sérstaklega Ronaldo útgáfa leiknum fá að spila 3 dögum fyrir útgáfa. Það er þetta massa gott. Það sem ég er samt mest spenntur fyrir FIFA 18 er að þeir eru að fara að setja Legend í PlayStation. Já, það er komið nýtt núna, þeir voru með Icon. þetta, já, voru með þetta bara exclusive fyrir Xbox. Já. Það hétta, var það ekki Legends á Jú. Xbox? Það er bara Xbox, Já, heitir Legends. Já, og nú er komið Og nú Icons. komið Icon sem eru fyrir bæði. Sem er bara fyrir allar útgáfur og það verður fínt fyrir Ultimate Team. Já, ég er spenntur fyrir því að prófa það. Já, svo er líka gaman að sjá hvort að KSI hefur náð samningi við FIFA íslenska landslið, vonandi. Vonandi. Já, alveg. Það verður Það gaman. er rosa gaman. Þannig að það eru 2 leikir, hugsanlega PES og FIFA, 2 fótboltaleikir og kannski geti íslenska landsliðið dottið inn. Það verður gaman. Fyrir okkur. Já. For the fans. Ég vona að það verði FIFA því að þú veist það spilar ekki PES. Verðskulda, Nei. sko. En hvaða leikar eru þið spenntust fyrir í september? Sko, pínu FIFA, Já. en ég er líka spenntur fyrir hérna Warhammer. Warhammer. Að það? Já. Já. Og þetta er alveg maður, þetta nörd sem það Ég ætla bara- sko. Þetta er ekki fyndið, sko. Þú veist, ég veit ekki hvort ég sé að fara að sökka mér í Destiny, sko. Nei. En ég ætla ekki að segja það, en ég ætla Nei. að velja þessa 2 leiki. Já, ok. Mér langar nefnilega að prófa Destiny. Ok. Ég hef ekki prófað Já. hann, sko. Það er allir að hæpa sjúklega. Já, ég myndi prófa hann. Þetta er bara eins og Warhammer, fyrstu persónu skotleikur blandað við hérna World of Warcraft. Þetta er World of Warcraft og fyrstu persónu skotleikur saman í einu. Það er rosalega. Þannig að ég segi Destiny og FIFA. Ég á eftir að spila þessa mjög mikið.
Þannig Góð mánuður. Já, mjög góð mánuður. September var greinlega pakkfullur á leikjum. Þannig að, já. Ég veit ekki hvað ég segja. Takk fyrir okkur. Já. Takk fyrir okkur. Takk.